Þessi bók, Einmana, tengsl og tilgangur í heimi vaxandi einsemdar, bók sem fjallar einmanaleika, fjallar hver verða einmana, hvenær og af hverju. Og rauði þráðurinn sá að reyna að finna leiðir til að takast á við einmanaleikan. Þú veist að það margt mjög hræðilegt í sambandi við hann, en þetta snýst aðallega það að finna leiðir til að takast á við hann og læra að lifa með honum og líða vel og upplifa tilgang með lífinu þó við séum einmana. Og það kalla ég einvægi, sem samsettur orðunum einmana og samvægi. Þannig að við upplifum jafnvægi og vellíðan þrátt fyrir að vera einmana og þrátt fyrir að vera að takast á við allt sem við urðum fyrir sem olli því að við urðum einmana. Því yfirleitt það nú þannig að við verðum einmana út af því að það kom eitthvað fyrir okkur. Það ekki vegna þess að sé eitthvað að okkur. Heldur kannski upplifðum við tengslaröskun í æsku, urðum fyrir áfalli sem hafði mikil áhrif, upplifðum missi eða höfnun og allt þetta í rauninni þættir sem leiða til þess að við verðum einmana. Og það að vera manneskja snýst það að maður lendir í áföllum og maður upplifir missi og þannig að það má eiginlega segja öll upplifa einmanaleika. Forlagið.